Þú ert næstur. Gæði fyrirformaður og ágætu ráðsfélagar. Ég tek heilshugar undir tillögur Þorvaldar Gylfasonar að þeir sem brjóta stjórnarskrá íslenska lýðveldisins axli ábyrgð. Hvað er stjórnarskrárbrot? Stjórnarskrárbrot er valdarán, ekkert annað. Það er verið að hunsa þjóðarviljan, virða vettu í réttindi borgarana og og ræna valdi frá þjóðinni. Það er stjórnarskrárbrot. Og þeir sem hafa framkvæmt þetta og bera ábyrgð á þessu, þeir hafa sýnt mjög mikið skeytingarleysi. Stjórnmálastéttin á Íslandi telur þetta í raun og veru ekki mjög alvarlegt brot. Við bara hljótum að hafa fylgst með umræðinni, ég með orðið þetta gamall. Ég man ekki eftir því að stjórnmálamenn í Íslandi telji það alvarlegt mál þó stjórnarskrá sé brotin. Við ræddum það núna í fyrri hluta að ég kom fram með þá gagnrýni að ekki væri til að dreifa óskráðri meginreglu framsal til alþjóðra og stofna á ríkisvaldi. Það er ekki til slík óskráð regla. Enga síður stjórnlagaráðið, eða hluti stjórnlagaráðsins sem samþykkti þetta inn í skjalið, áfangaskjalið, að halda þessu fram. Hvað gerðist þegar við samþykktum aðild að evrópska efnahagssvæðinu? Það voru samþykkt lög það á sínum tíma. Það var mjög umdeilt hvort að væri að ræða brot á stjórnarskrá. Það fór fram hins vegar engin umræða það að það væri fyrir hendi óskráð meginregla framsal ríkisins til alþjóðlegra stofnana. Hún lá ekki fyrir. Það fór fram engin umræðu það. Þetta er eftiráskýring. Og varðandi það að fræðimenn geti haft sínar hugmyndir og lagt þær fram, þá skapar einhverja hugmyndir fræðimanna ekki óskráða meginreglu sem stjórnarskrárvarin. Þar með væri lítil elíta menntamanna að ræna valdi frá þjóðinni. Þannig ég vildi nú gjarnan að það er ekki bara stjórnmálastéttin, framkvæmdavaldið, löggjafavaldið sem hefur stuðlað að því að verið sé að brjóta hér stjórnarskrá. Ég vona bara stjórnlagaþingi detti ekki ofan í þá gryfju, samanber þessar skýringar sem ég gagnrýndi áðan. Og við þurfum að komast hjá því að réttlæta eftir á stjórnarskrárbrot, til dæmis með einhverju gerfi reglu óskrifaða meginreglu. Þetta er dæmi það. Nú, ég tel þetta mjög mikilvægt og ég tek eins og ég sagði áðan heilshugar þetta sjónarmið hans Þorvaldar. Við verðum að koma því fyrir í stjórnarskrá að hægt sé að draga þá til ábyrgðar sem að hafa vald. Við höfum það að vísu í lögunum ráðherraábyrgð. Ég sé ekki að þessi neins staðar annar stað, nein ákvæði sérstök til að hægt sé að draga menn til ábyrgðar, að vísu ákvæði í hegningalögunum landráð og önnur slíka ákvæði. En almennt séð það ekki og ég skora á stjórnlagaráðið að stuðla því að við getum sett í stjórnarskrána ákvæði til þess að þessir aðilar sem að stjórna og hafa hér vald verið dregnir til ábyrgðar ef þeir brjóta stjórnarskrána. Takk fyrir.